Heyrið þið hérna? What is going on? Já. Hvar erum við? Hvar erum við? Hvar búum við? Hvar erum við? Okay, þetta has been a long time coming. Sko, senast við tókum þátt, þá sögðum við okkar sem líður smá vandræðilega. Þetta er svolítið vandræðilegt. Þetta er að vera svo langt sem við tókum þátt. En við gáum hann ekki upp. Nei, ég segi, við erum ekki svona að fara að posta þeim þætti. Nei, þú veist, en málið er bara að við erum búin að reyna nokksunum að taka upp þá. Okkur líður ekki illa lengur. Sorry Salka, þetta er smá, við erum að fara að afsaka okkur í smá. Nýju. Hérna, ok, sko, við erum búin að reyna nokkur sinn síðan ég kom heim að taka upp þætti, en það er alltaf búið að vera eitthvað að, þú veist, hljóðið og eitthvað svona alls konar. True, það var ekki okkur að kenna. Það var ekki okkur að kenna og síðan ákvaðum við bara, þú veist, við tókum upp þátt daginn og síðan vorum við bara svona, það er svo mikið vesen út að við erum svo busy báðar, skilur, þú veist, þetta er bara svona, ég er að vinna á fullu hérna og svo er svona, og Brynhildur er líka og svo er bara svona, það er Brynhildur að fara heim og sækja Ariel og eitthvað og þá, þú veist, er ég akkurat laus en ég nenni ekki að vera eitthvað að bíða fram til kvöldi þannig ég býi hver á og þetta Það var bara worst. og þú veist, og taka upp hjá okkur öðrum, þá erstu líka alltaf eitthvað svona megum við koma, eitthvað svona, eins og þetta fara upp á eitthvað fara upp á okkur sem við erum alltaf að gera fyrir þætti. Já, og við vorum að klára það núna. Nei, Þess vegna eru hér. en hérna, sko, við ákvaðum bara í gær að setja bara upp stúdíó. Þetta hérna var skrifstofurýmið, en við færðum bara, tókum Aurora búðina niður sem er bara núna netverslun og þau getur komið að sækja alltaf hingað og ákvaðum búið til podcaststúdíó hér og færa skrifstofuna inn í hitt rými og þannig við getum tekið upp út að, þú veist, við erum alltaf allan daginn hér og við getum alltaf farið í klukkutíma og tekið upp. Við vinnum á sama stað. Þú veist, þannig að þetta verður miklu þægilega fyrir okkur. Þannig að núna get get ég, promise you guys, og staði við það að við erum bara að vera consistent út restina árinu. Woohoo! Við erum komnar aftur. Við erum komnar aftur. Við ætlum líka samt að því að Better than ever. we're sorry. Þetta var ástæðan en we're still sorry og það við fengum alveg oft sko bara, hvað er í gangi? Já, eru þið bara hættar? Og því við vorum líka ekkert að senda inn í story en bara, heyrðu, við erum að lúta. En allavega, við erum komið með geggjaðan gest. Þetta er hún Salka Kristín. Hún er barre queen. Hún er queen í öllu. Ok. Og ég held að segja meira, ég alveg barre queen í öllu. Hún er það. Enda er hún líka frænka mín. Já. Og við erum bókstaflega eins og systur. Ángríns, við erum soul sisters. Við erum mestu systurnar. Þú veist, mamma Sölku og pabbi minn, þau eru systkini og við erum svo lítil fjölskylda einhvern veginn og við Salka erum bara like sisters. Þið eru það. Like this. We're like so close, you know? We're like totally close. Þannig að, við ætlum að reyna að skilja það ekki eftir út undan Brynni í þetta, en ekki máli. Ég er svo þakklátt að fá þetta er svo gaman. Þetta er svo öðruvísi, ég er stressuð sko. Aha. Segja óvart eitthvað. Ég skil alveg þessi stressandi. Já, og vera ólík ykkur og segja eitthvað sem kannski verður. Það er gott að fá okkur sem er ekki eins og ég og Sarah, þegar við getum agreeað á mörgu. Þú veist, ég var að segja við Söru, ég var eitthvað, við erum svo góðar í að þegar við erum að rífast okkur svona, þegar við segjum bara, ok, við erum ásammála, en við erum bara alltaf sammála. Þess vegna erum við ekki að, þú veist, ef við erum ósammála, þá erum við að ræta forever. En það? Já. Úff, þetta verður langur þáttur. Nei, en þú veist, það gerist til aldrei eins og þegar fólk hefur spurt eitthvað svona, hafið þið verið að rífast eða eitthvað svona, við hefum aldrei eitthvað verið að rífast, skilurðu, eða eitthvað þannig, en síðan daginn þá lendum við í því að við vorum ósammála. Við vorum ósammála eitthvað ljóð, hvernig maður gerir ljóð og við vorum að þræta í svona 2 tíma það. Já. Ég ætla ekki eins og vera kurteis og spyrja meira út í þetta, ég nenni ekki að heyra meira. Nei, það var frekar líka hvað er það eina, þú veist, lókast þegar við erum að eitthvað að þræta, þá varum við eitthvað ljóð sem að típist. En já, hvað hann að segja þess frá þér? Já, ég heiti Salka Kristín og ég er ángríns bar queen. Ég elska bar. Ég er í bar hjá Arnfríði og það er best. Hún er queen. Hvað fyrir oft? Ég fer 2 til svona 3 í viku. Ok, ekki þetta. Þannig að ég elska heita tíma. Það er eiginlega ekkert mikið meira til að segja mig. Ég er frí bar. Já. Og svo er ég bara duglega að fara heim á Geysi að kíkja, elska að vera samt
með vinkonum fjölskyldu, Söru og Brynhildi og snáðast eitthvað. Elskar snáðast. Hvað, ertu að fara svona geðt snemma í bar? Ég er núna búin að mæta í morguntíma klukkan 6:10. Það er ángriðs alveg æði, ég er að fara á morgun. Já. Það er það best. Ég get ímyndað mér að þá líka lengist dagurinn. Já, og það er bara erfitt að koma sér upp úr rúminu, en leið og maður er bara einhvern veginn komið fram úr, þetta er skemmtilegast í heimi og ég elska knockout chill. Veitu hvað ég meina? Já, liggja upp í rúmi og horfa nokkuð í tímanum. Þannig að ég er bara búin að hreyfa mig. Ég kem heim, það er ekkert kannski að gerast næstu tímum. Þannig að ég er bara búin í sturtu, get mikið self-care og get bara chilla á TikTok í smá og bara svona, ég veit hvað ég meina, bara dúlla mér að græja mig. Já, það er eitthvað sem ég sakna geðveikt mikið eftir að ég átti krakka út af því að það er svo lítið dúll og ég er alveg lifið fyrir að vera að dúlla að græja mig og þú veist, stundum festist ég í því núna, ég er að byrja að dúlla mér og svo er ég bara búin að eða allt um tíma og ég er bara að fara í vinnuna, skilur, þú veist, ég er ekki svona, ég er bara að hitta Söru og Lindu og that's it. Þú veist, mér finnst bara svo gaman að gera þetta, það gefur mér óslega mikið. Það gefur svo mikið, sko. Og líka einhvern veginn bara, þú veist, ég fæ svo mikið bara svona happiness að vera að gera eitthvað í hárið mitt. Ég er nýbyrjuð að vera með hair care, þú veist, að hugsa hárið mitt. Geðveikt. Og þetta er bara, þetta er svo mikið bara svona degur við sjálf. Ég er alltaf bara með despo eða eitthvað í gangi í tölvunni og svo er ég bara alltaf að setja mig nýja vörur og þú veist, er á private story að sína stelpunum hvað virkar best og láta sér sé einhver influencer. Hvað er your favorite hair care? Einhver ein vara? Nei, bara svona fyrir self-care, þú hugsa bara self-care morning eða bara reset Sunday, bara svona full hair care routine. Þú veist, bara svona, ef þú ert að gera bara hárrútínu, þú veist, þetta er bara your favorite bara routine. Bara, hvað byrjar á shampoo næri? Já, oh my god, bara komið rútínuna. Oh my god, ég var ekki að tengja, ég var alveg á reglunni. Hvað er eitthvað að myndalinni? Sko, ég elska að byrja bara að sjampóða mig 2 svar og svo hárnæringu eða nota K18 sjampó og svo setjum ég maskan eftir styrtu, bara fyrir eftir dögum og svo setjum ég mig Alter Ego, ekki silkióljuna heldur hitt sem lætur hárið vaksa. Já, energizing serumið í rótina. Mér finnst alveg, ég finna mun út að ég er með náttúrulega krullur og ég er alltaf að nota annarkvort Dyson eða sléttujárn. Þannig að ég finna alveg hárið mitt aðeins þykkara en það var. Okay, geðveikt. Og svo blanda ég, svo setja ég K18 oljuna og svo blanda ég Miracle Hair Treatment og anti-frizz-seruminu og svo setja ég hitavörn og vaxsprayið. Það er best. Já. Smooth hitavörnina. Já, ég nota hana. Já. Og það er svo góð lykt af þessu öllu líka. Ángríns. Það er ángríns best. Amazing. Og sko, það er ný vara frá K18 sem ég má ekki segja mikið en hún er að koma og það er spray sem að þykkir á þér hárið. Ok, ég þarf það. Og það er, við byrjum að posta 25. febrúar að segja hvað varan er og síðan 1. mars kemur hún svo. Þannig að slay! En já. Stay tuned. Ói, át mækin. Stay tuned. En já, sko, talandi um gott hár, þá elskum við gott hair care. Og Grace í Lofaland með rosa flott hár. Hún er slay. Náttúrulega hárin er ekki það flott. Nei, lengingarnar. Hárlengingarnar þegar hún var með slickback. Eina sem ég gæti sett út á hana. Ég samt tók ekki eftir. En sáuðu myndbandi þarna fyrir þegar hún var að fá sér hárlengingar? Ég sá það, ég var bara veistu það, I've been there. Ég hef verið með bókstaflega sama hár og hún var með þarna og það ég brendi af mér hárið og það var bara þannig að síðan bjargaði K18 hárun á mér og 11 og eitthvað þannig að núna passa ég mjög vel upp á en ég var bara svona, ég horfði á hann og ég var bara same og það ég var bara að fara í hárlingar alltaf og þetta er svo flottar hárlingar. Já, ég var bara, what? Hélduðu með henni, voruð þið ánægðar að Casey og Gabby Sæl alltaf með mynd af henni á veggnum sínum og vaknar alltaf vatna Grace. Kæra Grace. Ég er kannski ekki alveg kæra Grace en kæra Grace. Ég er bara svona, mér finnst hún bara hvernig hún svona höndlaði sig og allt bara í þessari seríu, mér finnst hún bara það eru alltaf flestir obsessed. Allir sko, hún er bara fullkomin. Ég er líka bara addicted að horfa á edits af henni.
Ég er alltaf að fá Ég er alltaf að fá okkur edits og þau eru alltaf bara, hún er bara eating everybody up. Já. Hún er bara það er gert svo mikið þessum edits að þetta er svakalegt sko, ef ég er nýbúin að horfa á Love Island þá kemur bara edit eftir edit og ég er bara hvað ángríns. En ég var í sjokki með úrslitin. Já, þau komið mér alveg óvart. En líka voru það ekki sjokki yfir Olivia? Oh my god. Ég sko ég var að tala um þetta sér því ég var búin að vera, ég býð alltaf og ég horf alltaf bara, ég og Sara horfum alltaf bara þegar þetta er live, bara það kemur bara 9 en þá kemur þetta í Bretlandi þannig að við erum bara að horfa í ITV stöðinni og ég var búin að vera svo fokkin svöng allt kvöldið og ég var bara búin að vera pyrru við Johnny og svo byrjar þetta akkurat þegar við erum að byrja að borða og þá þátturinn byrjaði bara strax á þessu sem hún gerði og ég er ekki næst, þetta var svo vandræðilegt og óþægilegt að ég var ekki svöng ég var bara, mér leiði svo ég var bara, hvernig getur þú gert þetta? Er talað þegar hún stóð þarna? Já, og hvað líka svo kemur ljós eftir að vótin eru komin þetta var bara lygi Já, þetta var bara feikað insane sko og hún er bara, I've seen the receipts Þú veist, ef þetta hefði verið ég hefði bara stoppið þáttinn sími, ég hefði bara gef mér næsta síma og Grace var svo róleg hún var bara, ég hlakka bara til að sjá þetta þetta er bara lygi og bara ég hlakka bara til að sjá þetta þegar ég kem út, hún var ekkert stressað neitt, ekkert svona að reyna að sanna sig því hún vissi bara það bara fyrir svo mikið í töðunum hvað voru allir að reyna að sabotasa fyrir Grace og gælunar inn í velinni voru svo afbríðið samar út í hana þetta var crazy og þetta er bara svona, þú veist, það voru allir einhvern veginn að reyna bara að sabotasa fyrir henni og ég er bara svona þetta er svo mikið svona með stelpur þú veist, bara svona, það er svo marga stelpur svona, skilurðu, þú veist, sem eru bara svona þegar einhverju er að ganga vel að þetta sem að kunna bara ekki samgleðast Já, ég held eins og Ekkinsú ég held að hún hafi bara vitað að ég veit ekki, Luka var náttúrulega uppáhaldsstrákurinn votaður og ég held að þau hafi bara vitað bara, ok, þau eru að fara að vinna þetta við þurfum bara eitthvað til að separata eða eitthvað þannig og hún er svo heimsk Ekkinsú, hún var líka bara oh my god, hún var bara í sínum eigin heimi hún var allt sjóið bara hún er náttúrulega sko það var eitthvað myndband sem var lýst henni fullkomlega og það var bara, hún veit að hún er í raunveruleika þetta og hún er að ímynda sér lögin sem að koma, hún er að ímynda sér þegar hún lappar í burtu, þá kemur eitthvað dramatic sound og hún er bara, hún veit, hún heldur, hún er Loki bara af því hún er svo mikið actress, hún er náttúrulega actress og Curtis líka, já, þú veist hún er það og Curtis er líka, þannig að þau eru bæði svo mikið bara svona, ok, við vitum við erum í mynd, við erum geðveikt íkt og skrít, þú veist, bara svona og líka bara, þú veist hvað þetta rifrildi hjá Curtis og henni var skríti Luka, help me Nei, líka Kossin ég fá ekki með í argumentinu var bara, do you know you're so special ég slökti næst í ákveðlunni ég var bara, your heart you have such a beautiful heart nýbúin að segja bara what's wrong nýbúin að þræta never gonna talk to you again geðveikt dramatísk og svo bara og ég var bara, ég lokaðist í tölvunni ég var bara hættu Nei, og líka cut-offið á hana Danielle hún sat hann og var bara það voru allir í villinu bara hvað var ég að horfa já, eitthvað, Casey sagði eitthvað þetta var skrítið what a weird that was the weirdest 10 minutes of my life það var þannig líka, þú veist, ég get ekki ímynda mér að horfa á það live bara, ég get ekki ímynda, nei, ángriðs, þetta var hræðilegt moment ég bara og líka, hvað fannst ykkur hana stelpuna, hvað heitir hún, Elma stelpur, hvað kom fyrir bara sko einspurning, af hverju var hún ekki kikkuð af þessari helvitis eigi fyrir löngu þú veist já, hún fær samt að finna fyrir þegar hún kemur út sko. ég veit og ég held að það sé ástæðan okkur að hún fór ekki og því ég held að prodúserinu hafi bara passað að hún varð ekki valin skilur út af því að þessna breyttu þessu með að ex-islanders ætti eitthvað að velja út af því að þú veist það hefðu allir vótað hann af já, publikið var að þá voru allir að hrauna yfir hann á netinu sko, þetta var svakalegt rosalegt, ég var eiginlega bara svona að byrja vorkininu já, ég líka maður hugsa, hún færi þetta allt í einu þegar hún kemur út sko. og líka, þú veist, út af því að og hún er það típa sem hún er að fara að vera bara hún er að vera destroyed hún tekur þetta inn á sig sko. og líka bara, þú veist, út af því að hún var valin hann að favorite stelpan og þá sá maður svona augljósa breytingu þú veist, hún var bara svona, hún svitsaðist bara hún var svona, geðt kokki með sig og bara svona, bara eitthvað bla bla en síðan, skilurðu annað þegar, þú veist, og eins og rifrildi hann var að rífast í Curtis og eitthvað svona I'm not gonna, eitthvað, þú veist babe og svo hann eitthvað honey, eitthvað, don't call me honey it's disrespectful og svo babe, maður bara hún var líka með svo óþara komment, þú veist, eins og líka hún ætlaði ekki að segja sorry við Curtis og svo daginn eftir var hún eitthvað I wasn't even gonna speak to you but since I'm here I might as well eitthvað svona óþara komment og líka bara
er þetta bara því þú hélst þú verður að fara heim en svo fórst ekki heim og núna er þetta svona ég ætla að segja fyrirgeðu Já, ég sá það akkurat, þannig ég var bara svona þú veist, ég held að hún hafi allan tíman í rifrildinu öllu hún var líka að hugsa sér editin hún var að hugsa sér editin inn í sér þegar hún var eitthvað I'm not gonna apologize eins og hún væri bara eitthvað it girl favorite og allir heima væri bara já hún var að fara að fá bara you're such a baddie allir heima bara hatana sko já, líka í hérna þegar þau voru í fallega dinnernum og fengu spurninguna frá the public oh my god, já ég fekk eitthvað TikTok sem var bara eitthvað bara hún er reið yfir spurningunum sem að hún spurði tók eftir, hún var brjálu þegar það var ekkert slemt við ekki og Curtis hún bara reittist við það brosti yfir öllu slæma sem gerðist í matnum hún var alltaf að fokkin brosa þetta var bara svona siðblenda hún gerir þetta líka alltaf og þetta er líka, skilur þú veist út að ég hugsa að hérna þú veist, ef þú hugsaður öll pörin þú veist, það voru allir eitthvað svona að reyna að finna eitthvað á öll pörin eitthvað Grace og Luka þegar þau voru að reyna að finna spurningu hinn pörin þá voru þau bara ekki búin að vera svo lítil í sér eitthvað við þurfum að finna eitthvað spurningu sem að getur ekki komið illa út fyrir hana og líka spurði bara sig já. þú veist hvort þau hafi verið handling everything right já, og allir hinn bara og þetta er sama með Casey hendi bara í svona eitthvað sem getur látið alla aðra líta illa út svo ef við sagt eitthvað á hann þá var hann bara og maður bara þú getur hent öll í alla og verið algjör trúður og svo ef við hent eitthvað í því þá ertu bara já, hann reynda var alltaf svo reið það var alltaf, þú veist, hættu að vera öskra á konur, skilurðu okkur elskar öskra á konur það eina sem við gerðum var að vera einhver smástrákur að öskra á alla gæluna hann inni ég var bara lækkaði róminn skilur þetta lítur ekkert eðlilega illa út fyrir þig líka bara svona, þú veist, það var bara eitthvað svona sem kemur hann bara fyrir því líka vörn og byrjar eitthvað að svara fyrir sig já. og hvað, svo í talent show þá sest hann niður með dúkku og drullar yfir öll hinn pörin ég bara svona, þú getur ekki tekið djóki sjálfu gamli bara, það er mitt og þau sátu hann all bara á hlói skilur þannig ég svona ég veit ekki, þegar þetta var þú veist, það var eitthvað smá í mér sem var að fara sem giskaði og þau myndi bara að vinna skilur, út af þessu sem Olivia var búin að gera og því að hún held ég var bara aðeins til þess að eyðileggja fyrir þú veist Luka og Grace og líka Gabby er mest að bara svona dúlla í heimi hún var svo góðhjörtu, bara svona allt sjói en ég reyndar, það pirraði mig smá að því að hún var svo óörugg að ég var bara svona, þú ert flott, þú ert óksla mössuð vertu bara að stolta sjálfur þér fucking mössuð, sikka mössuð ég get þetta ekki stílinn nei, sjokki hvernig hún klæddi sig fatastillin og hárið, nei sko þegar hún kom hann út eftir að þau voru búin að öll valin og þau voru safe lappar hún út með tagl og sidepart beint svona eins og emo svona huge top og líka þegar hún var með fléttunar já, bara full-blown fléttur hérna, það var ekki eins og stuttar en sko já, Gabby alveg gerðulega og eitthvað svona og mér finnst það alveg núna en í, þú veist þannig að þegar Sammy kom inn með Grace situationið já, gellan Sammy gellan, þegar hún kom inn þá fannst mér Gabby ekki það var engin gellaðan inni það var engin, þær voru allar að hvetja Sammy bara í að reyna við hann já, og bara hann er hrifinaður og Gabby var bara hann er hrifinaður eitthvað svona og þú veist og svo var hann við Gabby bara við Grace bara eitthvað svona það sást svo vel eftir að Grace kom inn og eftir að hún sagði líka í poker night eitthvað svona hvað strák væri með og væri ekki með Luka og hún sagði Casey hún var svo afbrýðsum og óörugg gagnvart Grace og svona ekki að girl við Grace að út að Grace er mín kona þannig að ég bara svona ég bara þvoli ekki svona þú veist, ég var svona behind her back insecure, skilur en ég hata bara stelpur sem eru insecure og reyna að það bitna öðrum já, og reyna að fella hina að reyna svona eitthvað svona út af insecure og lítið líðir, þú veist ég man líka, Catherine var mjög svona fram og tilbaka já, hún var mjög 50-50 hún er ekki með skoðanir hún er ekki með neina skoður hún sko hún hendi bara ykkur út og svo fattar hún eftir hún að segja
veit ég, kannski leitið dill út kannski leit, hún labbaði bara milli villunar og fó bara og var sammála öllum og bara sammála öllum og bara, hún svo mikið people pleaser það ekki fyndið eins og þannig í Family þegar allir voru að ringi fjölskylduna og svo var eitthvað, hvað var fjölskyldan að segja það var eitthvað svona Whitney var að tala um Catherine og hún var eitthvað svona, eitthvað, mér finnst bara eitthvað hérna að Anna með Grace Luka hún var að segja, þú veist, að henni fannst, þú veist, eins og Grace var eitthvað stjórnan þú veist, að Luka hefði átt að kynna Sammy betur og leið illa fyrir Sammy svo bara eitthvað sagði það og Grace náttúrulega bara væntanlega bara, come the fuck on en þú veist, ég bara svona og þá var hún bara, sorry, nei, sko ekki hugsa svona mikið út í þetta slepptu ég bara að segja þetta við hann hvernig varst að segja þetta? og það alveg eins og veist, hún þetta ekkert að heyra þetta skilur hún eitthvað, já, og svo var hún maður bara svona, og líka þú veist þegar Gabi og allar þær að segja þetta við Sammy bæði þetta ógeðslega leiðilegt fyrir að segja þetta við Sammy og því að væntanlega hún bara eitthvað ok, þú veist, þá reyni ég og þá lukkar hún ennþá verri en hún er bara eitthvað að reyna ekki að mikið og því að þær eru búin að vera bara hann er búin að gjörbreytast eftir fótboltinn hvernig, og ég bara svona ég þvoldi ekki, ég bara svona ok, ég skil að þú ert bombshell ég skil það alveg, skilur og þú ferð inn og þú reynir, of course en ég bara svona eins og þegar ekkin var bara eitthvað hann var búin að make it clear hann var ekki að pulla Curtis á þetta hann var ekki að vera eitthvað svona haldið svo open, hann var búin að segja allir fókusum minn er hjá Grace og ég vill bara proceeda það látt hann í friði skilur, og svo ekkin bara eitthvað komið já, til að reyna spilast yfir þessu síni þetta var svo asnalegt og hún er 30 eða eitthvað hún er meira, hún er eiginlega 40 þetta er það sem ég er að tala um, hún sér þetta fyrir sér hún sá þetta fyrir sér ef þetta hefði gerst í mynd skilur, hún var aðeins að reyna að prodúsa hana hún sá þetta fyrir sér í mynd og þetta kom náttúrulega bara allt fucking öðruvis út þetta er real life, þú veist, þetta er reality TV þetta er ekki leikin mynd, þannig hún eitthvað no Daniel, don't sit over there don't sit over, maður bara Daniel, come on þau bæði bara eitthvað líka ef þetta hefði verið hún hefði sko farið að hágráta ég bara svona, þú ert nýbúin að lenda í þessu og ég bara svona, hvað hefði þú gert ef að Curtis hefði verið og alla stelpunar hún hefði bara verið help me líka bara Luka Satan var bara pirraður, þú veist hann Satan var bara ertu ekki að grína hvað átti hann að gera, bara lappi burti gett vandræða já Sammy, gott spjall ég ætla bara líka að kíkja til ekkin hann er vant að hjálp þetta var svo óþægilegt og vandræðalegt og Sammy líka hún var bara svona en samt Sammy var samt svona að reyna að þær eru bara að tala við hann alltaf tíma bara hann er til í en ég fíla ekki Sammy þú veist, líka í hann þegar allir voru að kjósa þá var hún líka bara we've all seen the receipts það kom líka óvart, þú veist up to that point, þá skildi ég hann alveg smá út af því að ég var bara svona, ok, allir eru búin að segja við það, hann er bara búin að gjörbreytast hann er bara annar maður núna þá var ég svona, ok, þú veist heldur þú getið treyst þessum gælum en svo þegar að hún sé að treysta þessari lyf eða bara hafi ekki séð neitt og samt að segja þú þarft ekki að blanda inn í það þú lukkar svo ógeðslega desperate núna og það eru 3 gælur sem hafa verið með honum og þeir eru allar, hann er ekki með ykkur lengur hann valdi ykkur ekki þegiði bara og líka sá ekki þegar Liv sagði þetta það var Cass hún leit út eins og vita hvað væri að tala og svo í finalinu þá segir hún tók eftir þessu ég horfði á Snapchat hjá henni hún tók fram eitthvað það kannski leit út eins ég vissi eitthvað um þetta en ég hef aldrei séð þetta, ég veit ekkert hvað Liv var að tala mér varst það svo skrítið hún sagði þetta sko eftir þennan þá fór hún á Snapchat af því ég ætla að followa alla Snapchat þar eru að setja svona svo mikið aukalega þá var hún bara ég skil ekki hvað það kom, ég veit ekkert hvað hann er að tala um enginn á hverju að séð það og strákarnir fóru að live og sögðu líka við hefum aldrei séð þetta þannig að enginn annar hafi séð þetta nema þær 2 í þessum þætti þarna með Hjörtun þegar þau voru eitthvað að segja það leit út eins og allir vissu eitthvað, við erum allir búin að sjá þetta leit þannig út og svo eftir að bara, við hefum enginn séð þetta nefnum bara akkurat þessar 2 og líka bara, þetta var svo astanlegt bara, Olivia er bara búin að alltaf draga sig neðar hún fer hann að burt með hann hvað heitir hann, með hinnum heitir hann Marshall, já hann bara inn í villunni og hann bara ískilgjur aldrei átt kærasta og bara heitast og flottasta og bara geggjast að gæla sem ég einhvern veginn séð svo komaði hann í live-inu við erum bara vinir eftir eina viku líka bara, við erum bara vinir þú veist, við tölum saman daglega hún var að reyna að láta líta út þess að væri eitthvað meira ég bara svona, ef gæði verið bara nei, strictly friendship að ég væri bara reyndar tölum við alveg saman daglega það er bara svona og það er hryllilegt sko en akkur var Scott ekki í final?
hann náttúrulega fór, hann og Ron voru ekki út og þeir fóru, ég held að það sé ástæðan. En Ron var? Nú, var Ron? Já, ekki. Fannst ykkur ekki Nei, skrítið? hann kom bara til að sjá sína skilti sitt. Fannst ykkur ekki skrítið, ok, það sáu á TikTok að það var tekna paparazzi myndir af Scott, fá sér Dominos, voru að henda Dominos, hvað út, sástu það? Já, fannst ykkur ekki skrítið að India, svo falleg, en hún að minnast á það í live-inu? Eitthvað, þegar var spurt hana, Maya Jama spurði hana, ertu eitthvað búin að heyra í Scott? Jú, já. Já, þá sagði hún, ég sagði hann að fá sér Dominos. Já, hún segi það. Síðast þegar ég vissi var hann bara að panta sér Dominos, sko. Sko, ég held að hann hafi verið að tala við hann. Nei, ég held hún hafi samt verið að reffa út að þetta var svo mikið mím. Já, skilur þú, hún var að reyna að vera að fyndin eitthvað. Ég var bara, Því hún er óslega svona unserious. Já, ok, mér var svo skrítið að segja þetta. Ég var bara, hvað það var óþægilegt eitthvað. Einmitt, ef þú var að segja þetta svona eins og þetta væri móðgun eða eitthvað, skilur, þá var þetta fáránlegt. Já, ég fattaði þetta ekki náttúrulega. Já, bara, ok. Mér finnst líka bara einhvern veginn rosalegt að vera ekki skotin í henni. Hún var svo falleg. Hún er gorgeous. Ég var svo pirrað að hún fór svona snemma. Já, hún er með titt. Rosaleg. Og hún er líka bara gett skemmtileg. Hún er með jillir. Hún er með jillir. Sér að hún er með jillir. Hún er með alveg jillir að þessari. Já, þetta var, ég samt sko persónulega fannst mér fannst meira gerast í fyrra, seinasta Love Island, All Stars. Já, ég man ekki eftir því alveg. Og þá var ég orðin svona, þú veist, því að þarna vissi ég alveg svona, ok, þú veist, annarkvort vinnur Grace, ég held að þau væri bara að fara að vinna og mér finnst þau alveg vera svona bara frekar strong nú þegar, en þegar þetta var í fyrra, þegar hann að Molly og Tom, þá var ég bara please, út af því að þá var hann að Callum fyrrverandi kærestin hennar. Já, og ég var búin að stafa í öðru sæti. Já, og þá var ég bara please Molly, please, og því að hann var að vera svona, og ég var líka vonast til að þau myndi fucking byrja aftur saman, og því að ég man því að þau byrjuðu saman í þeirra sísoni, það var bara. En ég er svo glöð, út af núna er ég búin að fylgja um Snapchat og eitthvað svona. Já, og ég er svo ég er svo glöð að hérna Molly og Tom eru saman. Þau eru mjög sætt. Passa svo vel saman. Og hann er svo góður að gefa henni blóm og eitthvað. Meðan að Callum, skilur þú veist, hann er ekki af svona affectionate gæði, skilur þú veist, og hann er svona ég elskar hann allt. Já, hann er komin nýja kærustu og ég held að þau ná ógstlega. Já, hún er svo falleg, hún er 2003. Sko, ég elska, hver? Kærusta Callums núna. Hún er sko, hún er unreal. Hún er unreal sæl. Hún er sjúk. Nei, hún er störla sæl. Og hún er 2003, mér finnst það bara galið. Það er fucking insane, what do you mean? Ég er að fylgja henni, ég er bara ástfangin á henni. Ég er sko ástfangin. Ég held að það bara bæði fundið sitt. Ég er ástfangin á honum og ég er ástfangin á Molly. Ég get ekki, þú veist, ég var bara svo ógeðslega ástfangin af þeim tveim að ég mun aldrei komast yfir það og ég langar svo mikið að þau vera saman og ég er ennþá meiri Callum, þú veist, ég veit að Callum var kannski ekki af góður og Tom, en hann er bara svo fyndinn og sætur. Já, ég sko, þú veist, ég er bara núna þegar þau eru saman, mér finnst þau bara svo sæt og eitthvað svona. Já, þau eru sæt og þau eru góð saman. Já, og mér finnst bara svona, þú veist, eins og Callum skilur, þú veist, eins og hann var núna í útlöndum með nýju kæristunum sinni, veist, og hann bara eitthvað svona blind fullur eitthvað svona og hún eitthvað ásnættið en segja að Callum eitthvað svona, þú veist, og hann var bara svona tína skónu sínum og eitthvað taka, þú veist, meðan að, þú veist, Tom kannski alltaf Tom er að deyja yfir Molly, þú veist, það er alveg munur. Líka, hann er svo mikið bara svona, þú veist, hann tekur æfinga með henni, hann er að promóta hennar fitnessfyrirtæki geðveikt mikið og bara svona, hann er svona mikið meira obsessed af henni og bara leifa henni að vera sem er gott, sko, og heldur henni að gæla henni að deyja við gæjanum og því þá endrar það yfirleitt ekki. Já, mér finnst þetta að vera einhvern veginn auðvitað, mér finnst það svo fallegt að sjá það, ég bara í dýrkaði, sko. Ég held að Tom sé betri fyrir Molly, en separately þá, þú veist, elska ég Callum meira, þú veist, ekki með Molly en bara að því að hann er bara svo gett fallegur líka. Mér finnst Tom sætari. En Callum, oh my god, Callum er fallegasti maður sem ég veit. Gorgeous, sko. Ég var á þessari skoðun og alla seríuna, þannig til lokin var ég bara að skoða edits af bara Molly og Callum saman. Já, ég bara byrjaði að hann segði bara I don't want the crown with you, I want Callum. En núna er ég bara full on Tom team. Ég er þau saman separately, þá ég elska þau og svo elska ég líka Callum þá hann er bara fallegast maður sem ég sé. Hann er svona eins og hann minnir mig á hana Theo James, veitu hvað það er? Já, ég var að horfa á hana Inception eða eitthvað. Já, Sákai, það eru allir að deyja yfir honum. Hann minnir mig á hann er svona svipafallegur. Þeir eru mjög líkir, það er rétt þegar. Og þetta er bara fallegastu menn sem að
Aðeins að flassa þér Þeir eru mjög fallegir, já Er það heitt hérna? Það eru drókslega heitina En já, þetta var, hvað var þetta okkur lofaleitt recap? Já, er það ekki? Hver var ykkar uppáhalds núna þetta season? Grace. Manneskja eða Ó, já. Manneskja Já, orðlega Grace Mér fannst þetta bara ekki giving Þú veist, Þetta var ekki það fiery season, sko. Nei. Nei. Og það var ekki fucking movie night Ég var að fara að segja, það vantaði svo mikið. Líka, ég var alltaf að hugsa bara, hann eins og þarna, mest boring manneska hann inni. Hvað heitir hann aftur? Keith, Kaf eða eitthvað. Nei, nei. Og Gæi, hann hérna ljósarður. Nei, jú, hann var ræður. Úps, ég alveg öskra. Má hvað hann var boring. Hann var bara holiday I'm a slow burner. Alltaf bara. En ég er að tala hann sem var í lokin. Hann var bombshell og hann var bara svo boring. Bara, hann var alltaf að kissa Chucks sem var að kissa Tínu. Oh my god, ég var að tala hvað það var vandræðilegt. Og hérna Hann var denied tvisvar sinnum af koss. Fyrst Danielle, hún bara nei. Og svo aftur ætlaði hann að kissa Tínu og hún bara ekki gera það. Líka, hann ætlaði aldrei bara að kissa. Hann alltaf, I'm gonna do something I've been thinking about for a long time. Eitthvað. Og svo var þetta svo ógeðslega vandræðilegt og hann er svona þannig gæi, hann heldur hann er svo mikil cool guy, svona lúmst, þannig að hann var að reyna að bakka svona eitthvað, þetta gerist aldrei við mig hann í outside, ég bara veit ekki hvað ég nefn að haga mér. Ég bara, ég var svo mikið að býða eftir múvina. Nei, það var hinn sem sagði það. Nei, það var Chucks. Nei, það var hann með sikkur augun. Ron? Nei, hann er blindur í einu auga. Sikkur augun. En hérna, já, ég ætlaði líka að tala. Það var að tala Tínu. Nei, Anna, já, Harriet. Já. Hvað er þín skoðun? Sko, ég hef ekki horft á seasonu hennar. Nei, ekki heldur. Ég veist af Grace og Harriet. Já, og ég vissi að allir voru bara þoldu hana eða ekki. Og hefur þú ekki séð hana? Ég hef ekki séð hana. En ég þoldi ekki augnhárun á henni, ég var að vera hreinsilin, ég bara svona fíla ekki augnhárun á henni, en hún virkilega grew on me, ég bara dyrka hana. Já, ég fíla hana. Og líka bara svona hún og Grace voru svo mikla stelpur. Ég bara svona hafði ekki gaman af því bara. Hún er rosa lojal vinur. Já, og þær voru bara svona gett svona, eins og bara þegar þær fengu að FaceTime fjölskylduna sína. Já. Þær voru svo bara svona, ég veit ekki, svo mikla stelpur í sér. Já, ég var til að eiga svona vin. Já. Það er, já. Ég fíla hana mjög mikið, sko. Þú veist, út af sko, Anna, þegar hún sagði hann að shut your fucking mouth við Luka. Nei, Casey. Já, við Casey. Þá, og Luka bakkaði ekki hana upp eitthvað. Já. Þá var ég eitthvað svona, á Harriet. Og það ég var bara svona, come on. Ég var sammála Luka þá, sko. Hann hefði ekki þurft að segja neitt af því að hún var í röngunni. Við tókum alveg þátt líka þetta. En við erum ekki að fara að gefa út. Nei, ég veit að ég er að segja, við tókum þátt og tókum þessa bara diskussion alveg taka lengi. Bara þetta eina atriði. Já. Og því ég var að segja við Söru að ég skil hann alveg að vera smá pirruð út í hann út af því að þegar hann var í poker night að fokka upp, þá var enginn sem að bakka hann nema hún. Hún bakkaði hann bara to the fullest og því hún er svo fucking loyal, þú veist, þú getur ekki sagt neitt við vin hennar, því að hún er hann, skilur við. En samt líka út af því að, eins og Luka sagði, hann sagði, ok, hún fer að segja fyrirgefið við Casey og þá er ég eftir sem vondigæin, út af því að hún búin að leysa þetta, en út af hann bakkaði hana upp, þá er hann allt í hennu gett svona. En hún er sem alltaf að bakka alla aðra, skilur við. Veist, ég var 100% tín megin og ég og Brynhildur vorum að rökræði svona 40 mínútur þetta og það ég var bara svona, Brynhildur, hvað meinar skilur, ef að þú væri bara eitthvað shut your fucking mouth skilur við Arnar eða eitthvað þá væri ég alltaf bara slaka á, hættu skilur sem að ég var líka að segja, þú veist, ef það væri ég og Sara þá vill ég fá þannig frá vinum mínum skilur en út af þeirra situationi þá skil ég hann alveg að vera smá svona what the fuck, við erum yfirleitt behind your back og síðan þú veist, þegar allir voru að velja og þegar Anna Olivia sagði þetta við Grace strax kemur Harriet bara, hvað meinar þetta er bara lygi og hann er bara eitthvað svona og bara byrja strax bara að bara defenda Grace eins og hún sé að defenda sjálfan sig og þá var ég bara svona, ok, nú skil ég hvað Brynhildur var að segja og því að hún er bara svo geðveikt lojal, hún stendur alltaf uppi fyrir vinnu sínum. En ég held að sé samt alveg smá öðruvísi hvað þú býst við frá henni og hvað þú veist, til dæmis Arnar var að búast við frá ykkur, eða veitir hvað ég meina ég bara svona, það er öðruvísi, ég myndi aldrei búast við einhverju frá, þú veist að ég veit ekki, mér bara finnst einhvern veginn svona þegar þetta eru langbæstu vinkunum myndi ég alltaf búast við smá vörn. En Luka og Harriet
þau eru bestu vinnur, bara æskuvinnur sem voru lítil og ég held að vera bara svona æskuvinni, bara svona vinafólk nei, þau eru bara nei, þá hefði ég alveg skilið þetta ég held að vera bara svona, alls upp saman og vera bara svona félagar, ekki eitthvað nei, þau bara svona, og eins og þegar hún hætti með Ronnie bara núna þá eru þau bara alltaf saman og bara hann var að deyta Saf sem hún facetimaði við inn í villinni ég fyrir þetta kærastast Luka þau voru öll grew up together skilur og í Harry og Luka voru mest close af öllum í villinni ok, ég veist þetta ekki út af því að Saf hún er huge á YouTube hún er alveg ég var að fylgjast með henni fyrir löngu sko ég veit ekki hver hún er og hún er alveg mjög fræg, hún er búin að deyta ógeðslega mikið eitthvað frægum gæjum, hún var að deyta Luka og þau öll, þú veist, það var eitthvað svona eldgömmur vlogs og þá eru þau öll saman, Luka, Harriet og Saf þeir eru búin að vinna mjög lengi sko. Ok, ég vissi þetta ekki, ég held að vera bara svona kunningar bara svona æskuvinnir sem að vita af þér sambandi en ekkert eitthvað svona ekkert ride or die eitthvað þá er þetta kannski öðruvísi og því hann sagði eitthvað svona ef þetta hefði verið on the outside þá hefði ég defendað þig og þá er ég svona þá skil ég hann að vera svona what? Það hefði náttúrulega ekkert verið að því ef hann hefði sagt eitthvað svona hann hefði verið bara, Casey hætti að öskra vikur já, eitthvað svona þú veist, Casey var alveg yelling sko. og mér fannst líka bara svona þú veist, í þessu situationi þá fannst mér Casey alveg líka kjánulegur hann var að íta undir sko. Hann hætti ekki nei, hann var bara, þú veist, þetta var eitthvað þú veist, þau sögðu eitthvað og þú veist, og Casey fyrir eitthvað að röka já, hver er það fyrir klátt já, og hann bara hvað með eitthvað svona út af hvað með ykkur já, og þau svo að hann hefði verið eitthvað og þá kom hann tilbaka sem er náttúrulega bara mega fullkomis sensitiv, hann er hann í 3. skiptið og ideally, þannig sé, eru allir hann fyrir klátt og ég held sko að Casey, hann hafi ekkert verið eitthvað brjála þú veist, ég held að hann sé hrifin að Gabby 100% en ég held að hann sé ekki in love with her skilur þetta ekki eins pure samband eins og Luka og Grace en ég held að hann hafi orðið meira hrifin að henni út af þau unnu þá er hann bara svona þú veist, út af hann fílar þetta svo mikið en hann er bara svona, ok, fólk er að elska þetta við séum saman, þannig að ég ætla að gera meira af því skilur og brand deals ég vonaði að verði saman út af því þú veist, hversu vandræðilegt ef að, hvað voru, 2 eða 3 stelpur sem lappu inn í villuna með ömullegar sögur á honum þetta var, ég dó úr hlátri bara eitthvað hann er hó Tína var eitthvað, við vorum saman á leiðinni heim á djamminu svo sá hann bara 2 aðra stelpur einmitt, þú veist, hann er hó og það vita allir skilur og þessna var þetta svona og þessna treysti ég þessu sambandi smá ekki út af því að þegar þú ert svona öfga mikið hó sem gæi og núna við minn alveg eftir að hann er með allar athyglinna úr öllum heiminum þá er ég svona, en ég samanlega þér, ég held að hann muni halda í þetta bæði bara svona brand deals og líka bara, þú veist, þeirra image bara málega bara hann, þú veist, þá þetta sé bara fyrir Snapchat hans, skilur hann bara elskar að sjá að sé margir eitthvað, þú veist, þetta er svona gæi sem að myndi fara neyri bæ og elska að væri allir Casey, maður fá mynd, skilur, þú veist, hann var bara what's up TikTok, skilur og ég dyrka Casey, mér finnst hann ókslega fyndinn og frábær, skilur en ég held hann sé, skilur hann er bara hó, já, líka Gabby, hún byrjar þátt þegar hún lappar inn að hérna hvað, kynningamindband hennar þá segir hún eitthvað svona þá segir hún, já ég er bara að reyna að komast í samband með einhvern sem er ekki framhjáhaldari og það kemur alltaf bara að vera haldið framhjá já, náttúrulega Marcel helt framhjá henni og svo byrjar hún með Casey já, einmitt en ég held samt að Casey, já þessna skilja hann líka að vera smá insecure í gegnum þetta season og því að þú velur biggest hoe gæjan í þessu fucking villu og þú ert, það er gæðin sem helt framhjá er líka þarna en sko getum við aðeins rætt það framhjáld þau voru saman í ferð pælti því að þeir farið með kærastanum eitthvað til útlanda þeir eru saman á hóteli hann fer út af hótelherbygginu inn í annað herbyggi sefur hjá Gellu og kemur aftur inn í hótelherbyggi þeirra nei, jú sagði hún frá þessu í lónu já. Ég nefnilega misti af fyrstu 3 eða eitthvað þátturum nei, hún sagði frá þessu og bara hún var bara öðru hótelherbyggi hvar fann hann þessa Gellu? Ég held hún var að vinna nei, ég kannski bara ljúga kannski þetta bara sundlabarna með eitthvað en þú veist það bara þau voru bara saman í hótelherbyggi hann bara skrappa aðeins út kemur svo bara aftur og þau eru on a vacation ég núna skilja ekki hvað hún vinnur hans aftur ég elskar bara að sé morðin vinir ég bara, ég er ekki vinur þinn aftur sko lappaði bara yfir í næsta herbyggi já og líka eitt sem ég var svolítið svona ok, kannski er ég alveg í röngunni, ég veit ekki
en Harriet dyrkana, en hún var alltaf að segja eins og Ronny væri búin að breyta skemmt mikið en ég veit ekki okkur ég horfði náttúrulega ekki að fyrsta síðan en okkur fannst mér hann ekkert eitthvað ég veit ekki hvort sé leikaraskapur eða ekki veitu hvað ég meina? Já, mér fannst það generally mér fannst það generous en hann nýbúin að vera með Cass nei, hann var með Elmu, Kissi, Cass en frá bara, þú veist, ég sammála því og þannig var hann í sínu seríu í seríuna hans, þá var hann að jökla bara milli Harriet og bara þetta og hann var alltaf þú veist, í svona 3 samböndum eitthvað og bara, þetta var alveg hræðilegt og þannig var þetta með Harriet en hann búin að reyna núna bara á fullu að reyna að komast tilbaka á Harriet og hún var alltaf nei ég vona að þetta endist frá sekundunum sem hún labbaði inn hann sko leit ekki á aðra stelpu hann var bara I'm all for you þó að hún var bara svona nei kannski ekki hann stutt hann í öllu þú veist og ég fílaði hann mjög mjög hvað hann stutti við hana þú veist ég bara vona svo mikið að meina það ekki bara svona ok, hún easy út af því að við vorum saman og ég get unni með henni eða líka, ég fekk smá fyrst svona þegar hann var bara eitthvað svona þú veist, þegar hún labbaði inn og þetta gerist og þá var hann bara svona obsessed af henni skilur og bara þú ert mér bara ég elska þú veist, þá er ég líka svona, ok, þú veist, er þetta út af því að þetta var svo mikið fairy tale eitthvað hann með blindfold og labbar inn og hún kissir hann og hann giskar rétt skilur, þú veist, þetta getur verið ógeðslega spennandi þú veist, þarna væri ég bara eitthvað on a high skilur, þú veist, ég væri bara ógeðslega spennt og hann líka, hann er ekkert að búast við henni og svo kemur hún, þá er hann geðveikt spenntur þú veist, ert að confúsa því við að þú ert svona ógeðslega spenntur fyrir henni ég held bara að hann hafi alveg séð eftir skiluru það geta alveg verið ég vona það sko, ég vona það endist og ég vona líka getur aðeins rætt hvernig Harriet kissir ég sá það ekki ég er smá skip þetta og mér er svo ógeðslega hljóðin af hverju lækkar ekki hljóðunum ég er bara svona já, af hverju er þetta með hljóð já og þetta er svo lengi svo er alltaf romantísk tónlist undir og þetta er bara gett blöð nei, þau setja þetta í slow motion en þetta er alltaf þegar Harriet er að kissa hún er bara það er eins og það sé verið að spóla þú veist, hún er bara þú ert að ná henni svo vel með líkamshreyfingarnar líka þegar þú ert að leika hverjum lappar það var alveg eins og maður veit að það er þetta bil að finna alltaf hérna já ég get ekki sko já, nei sko ég bara, þú veist, ég var stundum bara ég þurfti stundum að spóla tilbaka þegar hún var að kissa og það ég var kannski bara að taka til eða eitthvað bara til að pæli hvort hún væri að grínast eða hvort það væri eitthvað að sjónvarpinu eða eitthvað og það, þú veist, þetta var bara svona það var ekki að romantískt fyrir hennar koss þetta var ekki ég tók ekkert eftir þessu oh my god, ég verða að fá reaction hjá okkur sko vá, ég hef samt alveg séð kissast mér er bara allir jafn slæmir ég get ekki að horta neitt sko já, ég er alveg sama á stað ég held stundum verið bara svona okkur er ég að skipa, ég svona, finnst mér þetta vandræðilegt en ég get ekki hljóðin mér finnst það svo vandræðilegt út af því að líka sko þú veist, ef ég væri þann og ég væri bara eitthvað ok, nú var alltaf bara eitthvað kissuleik og ég fengi svo mikið reality check skilju, ég væri bara svona, hvað er ég að gera já, líka ég held, þú gleymir náttúrulega held ég og sérst að taka upp en þetta er samt svo mikið svona það kissist enginn og það fer ekki í þennan leik í real life nei, og líka það er þú veist, enginn kissist þarna þetta er bara blöytir þetta er bara það er líka allir sem ekki að reyna að gera fucking impression og þá er þetta bara og líka hvernig ekki svo þegar hún ákvað inn í sjálfur sér ánættilega að vinna þetta hana blindfold challenge Guð minn almáttur einast hún var bara, við Casey bara snerta hann líka og var kýtlan á pungin líka við sko ég var bara, gæla þú ert svo ykkur svæntalega voru allir bara, what the fuck hún finnast í heim maður sá á henni, ég vissi á henni að gera þetta ég bara, hún er bara going crazy sko. hún er náttúrulega rosaleg sko. hún er svo bara þú veist, hérna sjáu þið svona smá hérna þú veist, það er eins og hún sé að borða fólki svo þegar Ronny kemur séu það hvað er hún að gera? hún er tilbaka Veitu, það var Ronny eftir það er verst sko já, og svo er bara þess að væntanlega vissum þú að þetta væri hún já, ég bara, það er enginn sem að drífa sér svona mikið það er Harriet það er ekki annars að kissi svona en þú veist, ég væri bara svona, ef eitthvað myndi kissa mér svona ég væri bara í fullu fókus við að reyna að halda við hausin á honum shit, sko, já Ronny var ekki að finnastur já, þess að ég dó þegar hann var hérna
taka sér buksunar. Oh my god, sko. Ég fucking skipaði að því ég var eitthvað, ég veit ekki hvað ég var að gera, það kom annarkvort ad eða eitthvað, það skipaðist yfir á akkurat þessu tímabili, þannig ég sá þetta ekki fyrir hann á TikTok, en djöfull var þetta fucking fyndið maður. Ég andaðist og þegar hún var að láta hann hérna elta sig. Já, oh my god, sko. En getum við aðeins talað ekki eins og Curtis í þessu, í Heart Rate Challenge. Oh my god. Líka bara hann vann bara því allir voru svo reddar. Það voru allir bara, what the fuck, þess að það var allir Heart Rate. Líka klippan þegar að Catherine hún hoppar til hægri út af Curtis líftílunar. Nei, sko. Veistu ekki hvað að tala um? Nei. Hann svona slætar til hennar, Catherine, og hún bara stekkur úr sætinu sinni og hún var svo redd við hann. Já. Ég þarf alveg að finna þetta. Nei, sko, ég get ekki þennan sambamann, það bara... Nei, og líka svipirnir. Og þegar Jason Derulo kom og hann var að reyna að herma eftir dansinu. Oh my god, já, nei, Curtis, please, þú ert svo mikið sko. Hann var bara einn út í hotnum bara. Hann var að stara, hann bara að reyna að gera saman, ég bara svona... Og líka hæfileika keppnin. Já. Bara það. I'm gonna give you what you want. Já. Og hann er eitthvað að dansa. Sömu dansarnir sem hann gerir alltaf, sem er bara, eina sem hann er að gera, hann er að fara úr mjaðmalið, skiljur. Það eina sem hann gerir. Líka enginn reyndi svona mikið. Nei. Þú veist, Grace var að húlla húpa, bara eitthvað að dulla sér. Og svo kemur hann með leiklistar persónuleika. Mér fannst það smá vandræðilegt hjá Grace húla þegar var bara eitthvað með húla og það var eitthvað allir já, þú veist ég pældi einhvern veginn ekkert í því en mér finnst þetta geggja hjá Luka já, það var skemmtilegt mér finnst það skemmtilegt mikrofónum var hérna, þú veist, var svo neðalega og fucking Elma hvað gerir hún okkur? hún er ekki, ég er svo stressið og nýbúin að vera að rífast þig alla og bara ég bara, hvernig er enginn að hlæja? Ég hefði sko, oh my god en sást ekki, það voru allir, Casey var bara já, það voru allir bara það svo Casey, hann var að reyna að hlæja ekki að horfa niður það voru allir að horfa niður á einu mómenti, það voru allir bara og líka, hún segir á undan hvaða lag þetta er og ég bara náði enga veginn þið kannski heyrið það svo var þetta bara, þetta var bara það var bara ekkert lag sko. Nei sko, ég bara ég dýrka svo mikið Curtis og ég ætla að segja líka með hann þegar Jason Derulo kom þá var hann svo mikið, þú veist, hann var svo mikið að horfa á hann og það hann var að bíða eftir að Jason Derulo væri bara what's up you guys, you're even better dancer than me what the hell I need to bring you on my team come on up here guy og hann bara, nah man darling og líka sko Sammy hinn gæinn mér varst hann geðveitt svona mature og flottur og eitthvað svona í seríunni en í þessi rifrildarna og þegar hann var að tala um Curtis og eitthvað þá var ég bara svona hann er bara litli strákurinn hans Elmu já, ég er bara sonur hennar bara, já mamma, já hann er náttúrulega 2002 hún 94 já og líka bara 2002 hann er 2002, hann er bara þroskaður með við skilur hvernig hann var finnst mér per se út af bara svona hann er mjög þroskað með sína já, hann var svo rólur alltaf og ég veit þetta var aðstæðanlegt en hann var samt bara svona ekki æsaði, við erum bara að tala saman á meðan að hérna Elma bara hljópi í burtu bara shut the fuck up sem er galið að hún er eldri manneskja í þessu situation og hann er eitthvað passa að því ég held að hann hafi talað við hana fyrir hvert argument ekki missa þig skilur og sama þegar þið voru hann að vóta alla út þú veist ex-Islanders þá held ég að hann hafi talað við hann og sagt ekki missa og hún var alltof slök með við sjálfa sig sko. Hún alltaf bara thank you og hann alltaf good job er hann bara hamlan hérna er nammi ágríns eða prodúsurinn hafa sagt að vera þau eru bara, þú veist að fá alltaf fokkið mikið heit sko, þú getur ekki með ágríns sko. ég bara TikTokum mitt var rosalega ég veit það, ég held að þeir hafi tekið inn og þú veist annarkvort tala við hana eða þú veist sagt Sammy og svona út af því að þú veist þau geta bara ekki tekið, þú veist, það eru bara ómargir sem koma tilbaka og það er bara, þau höndla ekki. Nei, ég held, veistu, þegar það var verið að kjósa alla, þá held ég bara, hún fekk reality check út af allan þennan tíma, frá því hún var favorite girl, held hún að það væri allir heima bara, you're the favorite. En síðan þegar hún var kosin í topp 3 list hérna favorite þá var hún bara svona, hún baðast afsökunar Curtis og var bara svona var að reyna að gera allt right og var svo í challenge bara thank you, eða þú veist, þá held ég að hún hafi farið úr þessu svaka skapi sem hún er búin að vera í og hann hlýtur samt og því hann var eitthvað good job, eftir hvert einasta fót kom hann, good job ég bara, þú skemmt hann mér ángast 30 en líka þetta svo vont út af, ég held að margir fara aftur til að svona redeem themselves veitu hvað ég meina, eftir fyrsta seasonu sitt það var ekki
hún tók uppi nei, hún var líka svo mikið dúlla í byrjun hún var bara með spangir og alltaf glöð brosandi já, bara algjör dúlla og svo bara allir kemur bara djöfull í hana verður bara reiðið við alla og bara með slæman munn og bara og það líka erfitt að tala við það blótandi slæman munn og allt saman slæman munnurinn á þér já, og bara svona það var, mér fannst bara eins og, þú veist, ég myndi aldrei nenna að tala við svona manneskjart að grínast ef ég ætla að tala við eitthvað og hún er bara svona sérstaklega eins og Curtis og, þú veist, sann að segja skilur að hann fekk ekki apology og eitthvað sem var líka fucking pirrandi en ef maður er að tala við eitthvað og þegar ekki tala við hann og er eitthvað svona, nennir að þú ert með eitthvað á móti mér skilur og hún er bara brosandi í andlitið á henni skilur ég myndi bara lappa í burtu ég myndi aldrei tala við eitthvað sem að situr hann og er svona lóki að hlæja skilur bara, okay. Ég nann ekki að tala við þig skilur líka önnur, ég man hún ekki að alltaf þegar hún var í einhverju confrontation með einhverjum hún var alltaf bara svona með stæla hún er ekkert að hlusta og ég er bara svona það er ekki hægt að tala við hann hún er svo mikið bara, ég veit nákvæmlega bara já, hún er bara horfið niður bara já, bara, okay. Mér finnst þetta svo hard watch mér langaði bara að skrifa eitthvað Twitter-bréf til hennar já, nei sko, Brynhildur var svakalig comment section ég líka varst að kommenta ég líka Steffi, voruð að kommenta á einhver svona ég er að kommenta allt nei, ég var stundum eftir Lofaland hætti þá er svona að fara inn á TikTok og skoða svo er ég að skoða kommentin Brynhildur Gunnlaugs, alltaf efst bara með ræðu ég er í sjokki af þessu bara, yes, after this episode I think Alma bara hérna ok, ég kannski ekki eftir this episode en þú veist, samt næstu því ég er svo mikið mannskjani, ég hef alltaf hort á Lofaland með einhverjum ég þarf að tala við einhvern þannig að ef ég sé þá er ég bara að tala við alla í kommentakerfinu ég myndi andast þegar ég sæði alltaf bara já, ef þú fer í eitthvað she thinks she is a berry svona kommentar nei, ágrís, ég elska þessi komment, þau bjarguðu mér hún var að rífa Elmu í sig og bara ok, ég kannski ekki að rífa Elmu Elma grátandi að horfa bara Brynhildur Gunnlaugs þú ert ekki fleiri follows Elma sér mig bara sko, út af því að hún var líka það eina sem for page mitt var eftir hvernig einasta fucking þátt og þessna var ég svona og ég low-key feel sorry for her út af því að hún er ekki bara að henda þetta þegar maður kemur tilbaka sko. nei, ég vorkindi ekki þarna en svo leiði ég að byrja að sjá allt þetta bara svona já, og fólk er bara svo harkalega niður þetta var alveg ljótt já, þú veist þetta var líka svo langu tími sem hún var hötuð þú veist, það var basically bara eftir hún var favorite þá fór allt niður já, ángríns og þá fekk hún mikið kjark já en ég er með nokkra spurningar fyrir ykkur í lokin okay. Við höfum svona 3 mínútur já, hérna þið eru svart og hvítt svolítið í svona ég er svona millivegurinn í svona sambandsdæmi ég væri samt alveg til að vera meira svona já þú veist, ég held samt þegar maður finnir rétt á maður verður gett svona, þú veist, þú ert náttúrulega þú veist, og ég er alveg einskilur streamskilur hvað er það að segja? Ég held bara með svona jealousy skilur, ég held skilur ef ég myndi finna bara eitthvað gæði sem væri bara geðveikt skotinni og væri bara gett afstöngin þá væri ég alveg svona ok, my territory my turd en já, þetta spurningar strip club, já eða nei við erum búin að taka þetta alltaf oft já. Þetta er OT spurning í Gælukast OT spurning og ég svara sko, mér finnst, þetta er mjög svona fyrir eftir aðstæðum mér finnst mjög skrítið það er sem séu ykkur kink, sorry, það er sem ykkur kink fyrir stripklubbar en ok, Sara, alltaf fram stripklubbar en sko, mér finnst þetta fara svo mikið eftir aðstæðum og það mér finnst ekki að því ef að þú veist ég myndi aldrei biðja minn kærast að bíða fyrir utan við erum bara einn bara og meðan allir færu inn en ef að hann væri að koma frumkvæði væri ég svona af hverju hver er af hverju þarftu svona mikið að fara af hverju þegar ég verið að fara á stripklub já, ég var aldrei bara stafnir ég verða að fara á Magic Mike ég veit að síning en ég væri aldrei sjálf að koma frumkvæði held ég og svo þú veist líka bara að þú veist ef að hérna þið farið á eða þú veist ef hann er kannski að gæsa vinsin eða eitthvað og þeir verður allir strákunar að fara þá bara of course en ef hann væri bara eitthvað svona fara til London með 2 vinur sínum og þeir væri bara strippklúbu alla helgina mér finnst það mjög skrítið það var stórfurður líka okkur er það bara okkur er það eitthvað skemmtun það er mjög spes já líka bara ég verður að fara svona er alltaf lægi are you okay það er alveg mér að gera besta vinkon ykkar væri bara besta vinkona kærastarinn ykkar skilur þú veist hún væri bara svona þú veist hann myndi
þú veist, ef það væri eitthvað að í sambandin ykkar, þú veist, þá myndi hann heyri henni, þú veist, og vera svona tala, já, þú veist, þú átt bestu, hún fengi bara báðar sögur, já, þú veist, og hann væri bara svona að tala þig stundum og kvarta yfir þér í henni og kvarta? Þú veist, já, þú veist, bara svona eins og ef þeir eru að rífast og honum finnst þú vera ósanngjarn, þá hún bara líka besta vinkona hans og fer bara rúndin með honum og hann að kvarta yfir þér. Þá fengi ég bara alltaf að vita hvað hann var að segja, eða skilur það ekki? Þetta bara svona myndir að meika besta vinkona en væri líka bara besta vinkona kærastæðins. Það fer bara eftir hvað hann væri þá ekki bara, já, sorry þú veist, sé mörg, skilur já, en líka væri hann þá ekki alltaf bara að fara svona double side, eða skilur, væri hann ekki alltaf bara að segja ef þú væri bara, ef við varum í sambandi og hún var alltaf bara, Brynhildur, þú ert í réttu, svo kemur hann mig og væri bara þú ert í réttu, já, veist, að hún að konfronta eins og hérna hún anna í Desperate Housewives Renee, já manstu ekki þegar Tom var að tala við hana? Jú. Já, ég er að tala þannig, skilur þú veist. Mér finnst það bara eitthvað svona spes. Ég veit ekki. Johnny á bara enga þar góðar vinkonur. Hann á bara mjög góða vini, hann á kannski vinkonur, svona bara, þú veist, vinkonur eða bara svona kunningja meira. Já. En hann á enga svona góða vinkonur sem var frá rúnd, þú veist, þótt að sé ekki sem vinkonur mín, þá var það bara að lága hann vinkonur, hann á bara góða vini, skilur. Já, en þú veist, ég er líka ekki að tala vini núna. Nei, ég veit að ég er að hugsa ég get ekki, þú veist, ég myndi persónulega ekki meika, þú veist, ég væri bara svona, ef besta vinkona mín væri að fara rúndin með kærastanum mínum og hlusta á hann væla yfir mér og hvað ég væri ósækjandi og hún væri bara svona, já, ég skilji, þú veist, eitthvað. Mér finnst það svolítið ekki okkar samband sem bestu vinkonur, út af þá get ég aldrei farið í hana, ekki það, ef við erum eitthvað ósátt, þá myndi ég aldrei farið í vinkonum mínar held ég og vera eitthvað tuð yfir honum. En sérstaklega ekki hann að tuða. Já, mér finnst það eitthvað svona, ég gæti ekkert verið 100% ég sjálf við hana ef ég veit að hún að fara svo, ég veit ekki, eða hann eitthvað. Þetta gæti ég aldrei. Nei, ég er nefnilega skrýtin spurning, ég er svona, er einhver lendi. Ég var bara að horfa á, skilurðu, ég held að sé alveg fleiri en maður heldur sem var svona kærist, eða þú veist, vinkonum hans verða of góðar vinkonur kæristamanns, skilurðu, og ég held bara svona, að þú veist, það er alltaf fín lína út af því að ég verð mjög góð vinkona, kærasta vinkona minnar, skilurðu, en þú veist, ég er alltaf að fara að bakka vinkonu mínu, þú veist, og bara svona, og ég er ekkert að fara eitthvað að vera bara svona, já, fara rúndin eitthvað kvöld, skilurðu, þú veist, og bara svona að vera að ræða eitthvað svona og vera svona óþarflega mikið. Frekar en gæjan. Já, og ég er bara svona, þú veist, ef þú og Johnny og Ríos, þó að þú verið gett ósangjarn eða bara eitthvað, þú veist, þá var ég alltaf bara, hvað er að þér? Þú veist, ég myndi bara að taka hanska fyrir þig bara no matter what og svo kannski eftir að var ég svona, þú veist, þetta er alveg smá til í það sem hann sagði, skilur eða eitthvað, en ég er bara svona, að ég veit það ekki. Þetta er bara ég held að sé alltaf svona, og ef þú ert svona ofgóð vinkonur, þú veist, þá er svona what's your intention, þú veist, af hverju. Já, bara, hann getur bara átt svona, það málega við vinkonur, við erum alveg sama, en þú veist, við þurfum ekki að eiga sama besta vinn og vera að tala hvort annað, þú veist, bara glemti því, sko. Það er bara skrítið. Við myndum líka aldrei tala við hana. Mér myndi líka bara finna skrítið ef að, þú veist, ef ég var svona náin vin Laxa, mér myndi bara finnast það spes ef hann væri. Já, ég myndi alltaf vera svona, minnst það smá skrítið núna. Þá að vera smá fjarlæg, þú veist, ekki vera óksla náin, en ég myndi aldrei fara að ræða eitthvað svona við eitthvað. Nei, þetta væri mjög skrítið. Læka myndir á Instagram. Finnst það óþarfi. Mér finnst það bara dónalegt. Læka? Myndir aðrar? Já, kannski að segja hvernig. Læka bara aðra gælur á Instagram. Já, það er ógeðslega embarrassing. Já, það er mjög vandræðilegt. Ég held að sé alla stelpur sammála þessu. Og ég held að stelpur sé blindar fyrir ást ef að það segja þessi ekkert að þessu. Það er pæltu bara í því aðeins. Jú, ég skil fullkomlega vel að íta á mynd og skoða það. Skoða það bara, ég ger það sjálf. Ef ég sé, þú veist, þetta er bara eitthvað svona líka í heilanum, þú veist, ég skil að skoða. Ég veist, þú veist aldrei að fara að hætta að sjá aðra stelpur. Nei, þetta er út um allt. Aðra eru fallegir og allt þetta. En mér er svo óþarf að láta vita bara. Ég læka þessa mynd og hvað er það að reyna, skilur? Þú veist, það reyna að fá aðra og hún segja hvað er það að læka? Þú veist, ég bara svona. Og þeir strákar eitthvað svona, ég fatt ekki hvað ég er að læka, eitthvað svona bla. Ég er bara svona, til hvað ert að læka? Þú veist, ég er bara svona, hvað ertu bara,
ég með kæk ég datt á síman þetta ógeðslega neðurlagandi fyrir þú veist, mann og stelpur já, út af þess að maður veit líka alveg hvernig stelpur tala og þetta screenshot, send í grúppuna já, sérstaklega ef þetta eitthvað Íslandi bara þú veist, já, Íslandi svo lítið land að tala allir það allir að fara að senda á alla oh my god, hvað þetta vandræðilegt þú veist, líka bara þetta bara embarrassing já, ég hef heyrt stelpur sem svona þekkja hvora skilji, bara svona kunningjavinkunur alveg bara á ég að senda þetta á hana þú veist, þetta alveg það stórt þær á ég að láta hana vita þannig að greinilega þetta alveg meira þetta bara eins og að segja við eitthvað í alvörunni að fílar hann, skilur, ég fíla þig bókstaflega og ég líka bara svona þú veist, og mér finnst alveg smá líka áður en þú veist, bara eins og núna hjá mér, skilur, þú veist, þá ég single mér finnst turn off ef ég sé gæja í lækum hjá öllum stelpum veist, þá ég bara svona þú ert bara á smitten að followa allar gellur og sem þú sér þar og explore þú veist, að reyna að shoot your shot allstaðar og þú veist, þú ert ekki með neitt standard og þú ert enda single já, okkur ert enda single og þá ég bara svona þú veist, ég veit ekki þú veist, ég er bara svona það er bara svona, ég sé hann að velja þig skilur, já, og þá eru allar stelpur bara eitthvað svona heyra, eitthvað vott, hann byrjað með söru þú veist, bara svona, hann búin að vera það er basically allir bara, hann búin að reyna með mig já samanlega, þess að fekk mér útlending ég var eina mannarski sem hann reyndi við og hann beði svona mánu, setti með svona 2 mánuð fyrir 2 sinnum, ég svaraði ekki en hann reyndi samt slæg we got svo sá hann og hann var bara þú bókstæðlega bendi bara hann á BFM og ég vissi ekki hvað það var já, á gamla góða BFM ég vissi ekki hvað það var og ég bara hvað fucking gæði að benda mig hver að benda mig, akkur að benda mig líka bara 2,5 metr já, þú búin að spyrja já, ég þarf líka að fara ég hata að vera fucking Russian en núna erum við komið í stúdíó þannig að ángreins, ég er svo til bara, þú veist, við getum tekið bara í hádeginu þætti og bara hvernig sem og við þurfum bara að fá Sölku oftar helst, takk ertu til að koma aftur? ég til, hvernig sem þá kannski getum við rætt líka það sem við ætlum að tala fyrst við bara óvart tókum á Æland allt og langt já, tökum það næst já, og ég var líka til í að taka þátt með Sölku ertu ekki 75 hard, jú, svona 75 soft hard okay. Soft hard. Ég er búin að vera að gera hard medium já. Ég er að gera bókstaflega allt nema þegar ég var í prófum okkar þá var ég svolítið að þú veist, þá var ég ekki alltaf að taka 2 æfingar ok, og hvað hérna hvenær ertu búin? Lok mars þá þurfum við að koma aftur og tala svona healthy habits og svona being the best version of yourself og eitthvað Salka er svona litla systir Gellukast þannig að hún verður tíður gestur hérna upp á skrifstofu